Já, þá ætlum við að víkja talinu og athyglinni af nýrri bók. Hún heitir Suðurgangan. Og svo kemur latneskur frasi. Hún eftir Ólaf Ingólfsson, jarðfræðing. Og þetta nú kannski ekki bók sem að verður í útstillingu á öllum bókabúðum, í öllum gluggum. Ég held að erindi hennar sé ekki beinlínis að verða svona bestseller eins og maður segir. Ég held að þetta sé einhvers konar andlegt ferðalag höfundar. Það segir hér á baksíðu: allar götur liggja til Rómar, jú, en hvers vegna að ganga þangað? Mér langaði til að upplifa fegurðina í tilverunni og öðlast hugaró eftir að hafa þurft að þola gróft einelti á vinnustað árabil. Og ég held að gangan hafi verið 2200 kílómetrar, hvorki meirinni minna. Og sá sem skrifaði þessa bók mættur hingað að Rauðaborðinu. Vertu velkominn, Ólafur Ingólfsson, jarðfræðingur. Takk hérlega fyrir þetta. Til hamingju með útgáfu bókarinnar. Takk. Hefurðu áður skrifað bók af þessu tagi? Nei, alls ekki. Ég hef skrifað mikið, en það hefur allt sem að verið jarðfræði nánast. Já, fræði textar. Já, þannig að þetta eitthvað fyrir mér, eitthvað alveg nýtt. Já. Ég búin að lesa þessa bók. Já. Og mér finnst hún læsileg, mér finnst hún þægileg, mér leið vel að ég að lesa hana og mér finnst hún lærdómsrík og það sem ég tók út úr henni var að við eigum að vanda okkur í lífinu. Stundu þurfum við að taka svona kunstpásu, við þurfum að fara yfir farin veg og mér finnst mjög margt gott í þessari bók. En segðu okkur aðeins nánar í þannig að þú segir nú þarna á bakinu að þú hafði þurft að þola gróft einelti á vinnustað. Erum við að tala um Háskóla Íslands? Já, við erum að tala um Háskóla Íslands, já. En viltu eitthvað ræða það að öðru leyti? Nei, ég sjálfur sér ekki, sko. Þetta var mjög erfitt ástand og slæmt og það var ekki bara ég sem þetta snerti, það voru fleiri. Já. Háskólinn tók nú á þessu og leiddi til lykta á hátt sem ég get svo sem við óskum sáttur við en ferlið var langt og mjög sársaukafullt og eineltismála vinnustaði alltaf mjög erfið. Það eru ásakanir, það eru gagnásakanir, það erfitt að kannski átta sig á hlutunum og ég til dæmis, ég brást nú alltaf kolvittlust við þessu þó að það verið í gangi mörg ára þá var ég bara alltaf að vona þetta myndi hætta. Ég gerði aldrei neitt og í því í raun sko fyrir að kerðum þverbak sko. En þetta var í raun meira minna leitt til lykta þarna í árslok 2021. En mér leið bara mjög illa. Það var sko, ég var með hnút í maganum yfir öllu saman og bitur og reiður og alls konar tilfinningar sem eru kannski ekki uppbyggilegar og vænlegar til þess að manni líður vel. Þannig að þá einhvern veginn fekk ég bara þessa hugdettu bara að leggjast að þér langa göngu. Bara ganga þetta úr þér? Já, í raun sko, að ganga þetta úr mig. Ég hef alltaf gengið mikið sem jarðfræðingur og alltaf gengið mikið og ég veit náttúrulega hvað göngur eru góðar fyrir bara andlega heilsu. Þú hættir sem sagt bara í vinnunni? Ég hætti vinnunni, já. Og ég er náttúrulega komin á aldurum og svo maður segja. Ekki samt alveg var það? Nei, ég átti eftir tvö ár sko í starfi. Hefði getað unnið 2 ára lengur að ég þurfti að fara eftirlaun. En ég ákvað bara að hætta og sem bara stíga út úr þessum aðstæðum. Og kannski í staðinn fyrir að fara að vinna úr þessu með aðstoðsálfræðing eða eitthvað sko, sem náttúrulega ein leið og reynist að byggla mörgum góð svoleiðis leið, en þá ákvað ég bara að leggja af stað. Og þetta var nú lengi verið draumur minn að fara í svona langgöngu sem kom til af allt öðrum orsökum. Ég oft alveg nörd og ég var að vinna við háskólann í Cambridge fyrir 10-15 árum síðan eitthvað svona. Þá rakst ég á bækur á fornsölu, einhverja gamla skruddur sem fjölluðu rómverska vegi í Evrópu. Og þar las ég meðal annars að Rómverjar hefðu
lagt 400.000 kílómetra af vegum Já. Heimsveldið sitt sem allir saman leiddu og einhvern hátt til Rómar. Já. Og þetta voru náttúrulega einu veginir í Evrópu sko bara fram á, fram undir frönsku byltingur eða eitthvað þess áttar. Öll umferð í Evrópu fór eftir þessum vegum. Einmitt. Og vegurinn frá Englandi, frá London, Canterbury til Rómar, þetta var annars vegar þjóðveg og hins vegar var þetta pílagrímsleið. Síðan leggjast pílagrímsgöngur af þarna eftir síðaskiptin. Já. Og ekki síst eftir frönsku byltinguna sem að reyndist kaþólsku kirkjunni í Frakklandi mjög þung í skauti. En rómversku veginu voru ekki að fara. Þeir voru búin að vera þarna í 1500 ár og þeir voru þarna ennþá og síðan hófst svona átak fyrir kannski 20-30 árum að friða þessa gömlu vegi sem eru þarna ennþá og gera þá aðgengilega fyrir göngufólk og hjólafólk. Þannig að Via Francigena, þetta svona pílagrímsleið, alla leið til Rómar og þarna ennþá infrastruktúr eins og þú getur gist í pílagrímagistingu, þú getur gist í klausturum og svo framvegis. Já. En eins og ég segi sko... Og gistihúsin þarna þau eru oft kennd við pílagríma, vegna fortíðarinnar. Já, alveg hyglust sko. Las í bókinni þinni. Já, og þetta er sko mjög athyglisvert sko, ég meina ég gist í klaustrum eins og í St. Moritz og ekki síst upp í Bernaskarðinu. Í St. Moritz klaustri búið að vera sko frá árinu 505. Já. Og það hefur verið helgað sko velferð förumanna sem fara þessa götu. Já. Klaustrið í St. Bernaskarðinu er búin að vera þarna síðan árið 1049 í hartnær 1000 ár. Já. Og þetta er náttúrulega ótrúlegt að ganga raunverulega inn í eitthvað strúktúr sem er búin að vera allan þennan tíma. Já. Og er þarna ennþá. 2200 kilometrar ekki satt. Jú, það er vegalengdin. Og ferðalagið hefst í Canterbury sem er Kent, er það ekki? Jú, það er í Kent, jú. Já. Fyrir austan London. Já. Hvernig fórstu frá Englandi yfir á meginlandið? Já, ég lenti nú í fölfuðu vesinni. Ég labbaði frá Canterbury til Dover sem er náttúrulega gamla herskipahöfn Rómverja. Já. Dúbrís hétun á tíma Rómverja og ætlaði að taka ferju. Já. En það var allt í tómu rugli. Það eru 2 ferjufyrirtæki sem að ferja fólk og PO-ferjurnar þær bara voru hættar að ganga þessum tíma, hvort það var COVID eða eitthvað annað, það veit ég ekki. Já. Og Stenalægin ferjurnar þær tók ekki gangandi. Ég vissi ekki að þessu. Ég spurði hvort að ég get ekki hvort ég taki fólk á hjóli og þeir sögðu jú og ég fór á forngripasölu þarna og keypti einhvern hjólskrifli og ætlaði svo hjólum borði í ferjuna gisti á svona bed and breakfast geymdi hjólið í geymslu þar svo morgunum þegar ég ætlaði í ferjuna þá búið að stela hjólinu ég skundaði í ferjuna og reynda að útskýra fyrir starfsmannunum að ég væri hjólreiðamaður en af óviðráðanlegum aðstæðum þá væri ég hjólreiðamaður án hjóls og krafðist þess að fara borð í ferjuna þeir hleyptu mér ekki í borð. Gerði það ekki? Nei, þá fór ég bara yfir í plan B þannig ég tók bara lest tilbaka til London og svo Eurostar hraðistan til Frakklands og svo aðra lest til Norður Frakklands til Boulogne-sur-Mer þar sem ég ætlaði hvort ég að byrja að ganga og þetta reddaðist. Þetta var svona, fyrsta dæmið svona sem ég lenti margoft í að maður þurfti svona improvisera alltaf ferðinni, leiðinni. Byrjar svolítið bröðsulega á fyrstu kilometrarnir eru ekkert æðislegir og þú lýsir bara að þú eru sárfættur, það er kalt, það er rigning og blautur og þið langaði svolítið til þess að hætta við og þú rifjar upp að einhver svíi var ætlaði í mikið ferðalag og var allstaðar í fjölmiðlum og svo gafst hann upp eftir hvað voru 70 kilometrar. Jú, þetta er náttúrulega sko, ég var að ganga hérna í Pays du Calais, norðaustur horni Frakklands og þetta var í maí og það var úrkomusamt og rigning, það var rigning og rok og drulla á skógastígunum og maður þurfti að ösla polla og jafnvel læki og mér var skítkalt og ég var bara hugsaði sko fjandan gefið mig út í sko og þetta er nú ekki. Þú hugleitir á einhverjum tímapunktum að hætta við? Já, ég gerði það sko Hvað hélt þér gangandi áfram? Hvað var það?
Já, ætla ekki bara verið einhver þrjóska, ég vildi ekki koma, ég var náttúrulega búin að segja sko nánustu vinum og ættingum að ég ætlaði að gera þetta. Já. Og ég bara vildi ekki koma heim með skottið á milli lappana sko. Skottið á milli lappana, akkurat. Já, og síðan náttúrulega, sko það er aldrei sérstakt og það er kannski erfitt að skýra þetta, en ef ég má gera það, svona í stuttu máli að, endilega. Sko þegar þú ert í svona göngum og til langgöngum, það tekur nokkra daga, allavega fyrir mig, svona að varfa niður. Já. Sko, maður náttúrulega kemur úr samfélagi þar sem rosalega hraði og allavega ég sko var með hausinn fullan af einhverjum áhyggjum og sérstaklega eftir þetta eineltismálað kvíða og reiði og biturð og hausinn á mann einhvern veginn út allt. Já. En svo allt eftir sem dagarnir líða og eftir kannski viku, 10 daga, þá kemst maður bara inn í eitthvað annað flæði. Og ég held að maður, sko, fyrir mér var þetta bara hreinlega, ég stíg inn í svona ákveðna núvitund. Já. Og það er svo einkennilegt að þá bara hætti ég að velta því fyrir mig hvernig verður veðrið á morgun, verður rigning og drulla eða verður þetta fínt veður. Ég hætti að hafa áhyggjur af því hvort ég fengi góða gistingu og hvort ég geti komast í búði til að koma með nesti. Ég bara var í þessu flæði og þetta er rosalega sérstakt að þegar maður er komin inn í þennan fasa, ábyggilega margir sem ganga langgöngu þeir átt að segja þessu. Og ég hef náttúrulega ákveðna skýringu á þessu því að sko pílagrímsgöngur eru ekkit einkamál trúarbragða. Ég meina að vísu múslímar og hindúar og allir mögulega fari í pílagrímsgöngur en langgöngur tíðkast hjá Indíánum í Norður-Ameríku og frumbyggjum í Ástralíu og svo framvegis. Sko, við sem dýrategund erum bara gangandi abi, búin að vera við líði í 200.000 ár. Í sko 195.000 ára þessum 200.000 þá fórum við allar okkar ferða gangandi. Svo fundum við hjólið og tömdi hestin og svona. En það er svona fyrir svona kannski 8-10.000 ára síðan. En öll okkar skilningarvit í raun aðlöguð að göngurhraða. Og heimurinn nánast fullnumin af fólki sem fer bara labbandi. Og það er aldrei sérstakt þegar maður er komin inn í þetta flæði að þá er eins og skilningavitin sko þau skerpast þannig að maður fyrir að taka inn umhverfið á annan hátt heldur en maður gerir þegar maður er á harða spani. Hvernig þá? Hvernig á annan? Maður fyrir bara að taka eftir alls konar smáatriðum, maður fyrir að taka eftir hljóðum, maður áttar sig á því til dæmis þegar maður gengur suður eftir álfinu, þá áttar maður sig til þess að svartþrestinni, þeir syngja í mismunandi mállýskum. Þú er ekki gengið sem sagt með eins og svo margir gera í dag með Pink Floyd í eyrunum? Nei, alls ekki. Einhverja músík? Alls ekki, enga músík. Ég tók þetta alveg inn. Og maður fyrir að veita athygli sko smávægilegum en samt sem áður breytingum í gróðurfari, í byggingarstíl, bara allan maður tekur inn umhverfið allt öðruvísi. Og einhver smáatriði sko sem að maður annars hefði aldrei hugleitt þau einhvern veginn maður fyrir að velta þessu fyrir sig. Já, heyrðu, þarna sé ég trébindihús. Já, heyrðu, ég vissi ekki að þau væri byggð hérna. Skilur hvað ég meina? Já, ég skil. Og maður einhvern veginn, já, svo bara, eins og ég segi, allt frá fiðrildum og flugum, sko, yfir í fugla og beljur, sko. Maður svona, og þetta þýðir í raun, eða fyrir mig þá þýðir þetta í raun, sko, að ég er bara í núinu og það er fyrir mann eins og mig allavega að þá er það ofbáslega gott. Þú gengur til góðs á þessu ferðalagi. Já. Þú finnur þig, þú finnur hérna, það er einhver sko, varstu fyrir þessa göngu búin að vera mikill svona andans maður, varstu mikið búin að spá í andan í lífinu og andan í okkur sjálfum og andlegt líf? Ekki mikið. Nei. Ég hafði að vísu svona, jú, ekkit kannski meira heldur en svona fólk gengur og gerist. Ég hafði eitthvað krukkað lesið, eitthvað buddhisma og ég hafði eitthvað lesið sófíska heimspekingu og svo framvegis en í raun alls ekki á neitt hátt sko, farið eitthvað djúpa pælingar í því sko. Ég held að ég hafi bara eins og mjög margir aðrir sko að ég hafi bara einhvern veginn sko farið á harðarspretti gegnum lífið. Já.
var í mikilli vinnu, mikið að gera, maður náttúrulega með fjölskyldu og elur börn og maður alltaf að harða spanni og og gefur sér eiginlega aldrei tíma til þess að almennilega að velta hlutunum fyrir sér. Nei, við könnumst sennilega næstu því öll við þessa lýsingu þína, sko. Og ég held að það sem er svona löng ganga, það sem hún gerði mér allavega, það var það að ég fekk allt í einhvern veginn bara ráðrum og svigurum til þess að velta því fyrir mér hvað ég hefði verið að gera í lífinu, sko. Og ég er náttúrulega áttað með því að ég, eins og ég reynda að segja í bókinni, ég býð náttúrulega upp á mér sér bók. Já. Ég er náttúrulega óttalugur gallagripur og mér eru oft lánast að taka vittlausar ákvarðanir og ég hef oft verið dómharður og fljótfær og myndi ég að segja ég væri svona ég er óttalugur gallagripur en og jafnvel sko farið inn á einhverja vegferðir sem hafi ekki verið til að heilla. En ég hef eiginlega aldrei almennilega gefið við tíma til svona að draga einhvern lærdóm af þessu og svona einhvern veginn að mála upp fyrir sjálfum mér, sko, hvað er í raun mikilvægast í lífinu. Já, þú hlífir þér einmitt hvergi, það segir hérna undir lokin, þá ræðir þau einmitt það að þú sért gallagripur og tilvistar spurningar, stjórnleysi, bráðlátur dómharður einmitt og til skort auðmýkt, sagður. Fannstu þá auðmýktina í þessu ferðalagi? Já, ég gerði það. Já. Og það var kannski sérstaklega vegna þess að þetta er launganga og ég gekk hana vísu í áföngum. Það er að segja, ég gekk lengst, starfstafndarleiðarna gekk ég árið 2022. En ég átti alltaf eftir það bil 500 kilometra kafla. Sem að ég síðan lauk 300 af þeim 500 kilometrum lauk ég bara núna í fyrra. Þannig að ég var ennþá eftir að ganga í raun sko 200 kilometra. En ég bætti það upp með því að ganga síðan áfram frá Róm til suðurs í 160 kilometra en sko maður hittir fólk og þegar maður er gangandi þá mæti maður fólki einhvern veginn á öðrum forsendum heldur þegar maður kemur keyrandi eða fljúgandi eða eitthvað. Maður fer via Transigena, þessi gönguleið, hún fer sko, fámennar byggðir og jafnvel byggðir í Frakklandi til dæmis sem eru raunverulega, fólk er að flytja þann í burtu, það er langvarandi krísa og sem hefur leitt til fólksfækkunar. En maður mætir svo mikill velvild. Fólk er svo forvitið, fólk tekur svo vel á móti manni og mæti manni af svo mikill gæsku. Ég hitti líka annað fyrir fólk, ekki marga sem voru að ganga svona langgöngu en fólk var kannski að ganga í viku eða eitthvað hluta af því að fara sig gena og ég hitti þá í pílagrímaskjólum og það sem að stóð upp fyrir mér var sko hvað er mikið til á góðu fólki í heiminum og fólki sem er tilbúið að greiða götu þína. Já, skemmtilegt. Virkilega skemmtilegt sko og fólk sem er forvitið þína hagi og fólk sem að býður upp á sig. Þú er ekki tapað á því að vera Íslendingur, spá ég, í samtölum þínu við... Nei, það var... Við Íslendingar eru náttúrulega sko, eins og ég segi, mjög sjaldgæf tegund þegar kemur út í heim. Já. Og njótum oft áhuga annara fyrir vikið. Já. Og ég fór nú yfir Pófljótið, ég segi yfir frá því í bókinni að þá fór ég sem sagt eins og gömlu pílagrímarnir gerðu, ég vilja bara ferja mig yfir fljótið, fékk ferjumann til þess að ferja mig yfir fljótið annars fara menn á einhverjum brúm og hraðbrautum en það er hann maður Danilo sem að hefur helgað pín til lífsins því að ferja pílagríma og ég var náttúrulega fyrst í Íslendingurinn og það var svona primo Íslandes og svo fekk ég kossa á báðar kinnar og Talar þau öll tungumál? Nei. Ég skil svona rafli ítölsku og rafli spænsku og ensku tala ég náttúrulega og ég skil rafli frönsku og það var bara ekkert vandamál. Nei. Þetta reddast allt saman bara á ef viljunni fyrir hendi sko. Pabbi minn, mýveski bóndinn við Bakka Mývatns, hann náði sambandi við hvert einasta erlenda ferðamann þótt hann talaði ekkert tungumál annað en íslensku.
ég trúi því bara mjög vel. Ég svona nefni það í bókinu alveg ótrúlegt atvik sem að varð fyrir þegar ég var í Frakklandi og var þar að ganga í gegnum svona skógarglendu og það eitthvað girðing hann inn í skóginum og ef girðinguna stendur eldri maður sem að svona við fyrstu sjón sko hann myndi mig á sko íslenskan bóndakall sko kring 1960 svona 2 þumla vettlíknum og svona og hann heilsaði mér sko bonjour og svo byrjaði hann bara að tala á frönsku og ég skil bara ekki einasta orð og hann hlær og bendir og fussar og sveigjar og ég reyna að segja honum að je ne parle français, ég skil ekki orðið fransku og hann lét sig þegar engu skipta þannig að ég fór bara að svara honum á íslensku og ég hló og fussaði og sveigjaði og bendi og svona, það stóði í svona 5 mínútur þannig að hann bara kíkti á klukkuna og sagði bara og var farinn ég hef ekki hugmyndu hvað hann var að segja en þetta var mjög eftirminnilegt samtal Þú lýsir eins og einhverju svona listrænu gjörningi Já, þetta var alveg ótrúlegt Losun en þú veist, það svo mikið af svona atvikum sem að maður síðan sko þú veist, þetta bara lýsir upp daginn hjá þér Ég segi líka frá því í bókinni þegar ég gekk fram á mann í einu smábænum í Frakklandi og ég var í vandræðum með gistingu og þetta hestamaður, hann með einhverja hesta þarna í hag og ég fer að kjafta við hann og hann talaði ágætis ensku og svo þegar hann heyrir ég er Íslendingur þá segir hann bara tölt tölt og svo vill hann bara endilega tala við með þessa 5 gíra íslenska hestis og hann býður mér heim og hann býður mér gistingu og mat og við ræðum tölt og við ræðum íslenska hesta og fjallaferðir ótrúlega upp á koma en alveg eins og ég segi, það var svo mikið af svona fólki sem var hitt í góðmennskan þetta var svo upplífgandi Ég var að googla það á meðan þú varst að tala á þann hvað hringvegurinn hérna á Íslandi væri langur. Hann er 1321 kilometri samkvæmt því sem maður segir hér á internetinu. Þú sem sagt fórst næstu í tvöfalda þá vegalengd. Varstu búin að bóka gistingu fyrirfram í sumum tilvikum eða öllum eða hvernig var það sko? Nei, ég er í fæstum tilvikum. Tilvikum. Ég vildi hafa þetta opið því að það geta gert vond veður, þrumuveður og allt mögulegt og það er mjög erfitt á svona langri göngu sem er kannski upp undir 4 mánuðir að vita það að maður komi til Ivrea sem er sko 1500 kilometri burtu að maður komi akkurat á laugadegi sko. En fékkstu alltaf inni? Lentur aldrei í vandræðum? Jú, ég lenti nú í smá vandræðum svona á köflum. Það var í einu bæ í Frakklandi það sem var bara enga gistingu að fá annað heldur en að mér og konu sem var að ganga með Marínu gekk með henni í 2-3 daga. Okkur var boðin gistingin á almenni salerni sem að vísu var ekki búið að opna, það var við svona útivistarsvæði en það var, þannig að það hefði verið lokað við veturinn, átt að opna það sem almenni salerni þegar að líða tækja sumarið. Var svefnpoki hluti að búnaðinu? Nei, ég var ekki með svefnpoka. Það voru dýnur þarna í almenni salerninu og við sópuðum gólfið og sáum á dýnum inn á almenni salerninu. Þetta var svona kannski... Hvað með matinn? Maturinn það gekk allavega sko. Í margir af bæjunum sérstaklega í Frakklandi þar eru bara enga búðir lengur og mörg þorpin eru bara svefnstæði sko. Maður gengur í einhverjum þorpana sem eru bara virðast vera mannlaus Þannig að þú gekkst svangur Ég lendi í því nokkru sinnum. Ég var alltaf með neyðarvistir með eitthvað súkkulaði, Snickers og svo eitthvað rúsínur og eitthvað svona og kannski sardínudós og ég þurfti semst að grípa til þeirra nokkru sinnum þegar ég lendi svona í stöku vandræðum. En Þorsteinn? Nei, vatn var ekki vandamál. Maður þarf að drekka mikið, sérstaklega þeir heitt og langri göngu og í Frakklandi þá vissi ég alltaf að ég gat fengið vatn í kirkjugörðunum. Það er alltaf vatn í kirkjugörðunum. Á bæði Sviss og sérstaklega á Ítalíu þar eru vatnspóstar og þeir eru bara merktir inn á gönguöppin sko. Og þannig að þar var ekkert vandamál að fá vatn þannig að, nei, ég bar með mér þannig ég semst að gerði það kannski að þegar ég kom á einhvern staðakvöldi að þá eftir að hafa svona þvegið með garmana því ég gekk mjög lítið farangur bara með fötirskiptana einu sinni
að þá svona fór ég að kanna göngulega morgundagsins og kanna hvar ég geti fengið gistingu. Ég var með lista yfir svona pílagrimaskjól sem eru rekin af kaþólskum leikmönnum. Ég var með lista yfir klaustur sem taka á móti gestum og þar voru símanúmer og e-mail. Það hafði ég samband og sagðist koma á morgun eða hvort það getur tekið á móti mér á morgun. Ég bókaði svona meira og minna síðan eins og í Toskana þar sem nú sko mikil túrismi og mjög vinsælt að ganga ákveðna hluta þessar göngulega, til milli Lucca og Siena. Þar varð maður að bóka fyrirfram því annars hefur ekki fengið neitt. Þannig að en yfirleitt þá bókaði ég bara hlaupandi frá degi til dags sko. Þú ert með doktorsgráðu í jarðvísindum. Vísindaleg hugsun hefur augljóslega hjálpað þér á þessu ferðalagi. En ferðalagið er sem sagt í þágu andans og sálarinnar og þú ert að leita niður í sátt og þú finnur hana og þú ert svona þér meira umhugað það núna kannski að vanda sig í lífinu heldur en áður eða hvað? Já, sko þegar ég var að þegar ég ákvað að labba af stað þá hugsaði ég eiginlega þannig að ég myndi ganga þessa leið eða reyna það allavega og á leiðinu myndi ég sjá fullt af rosalega áhugaverðum og spennandi hlutum sem myndi kannski fá mig inn á svona aðra tanka og gleyma einhverju biturleika og einhverju ergilega heitum sko. En raunin varð síðan allt önnur. Sko stór hluti á göngulinni, sérstaklega í Frakklandi, hún er algjörlega laus við það að vera spennandi. Hún er bara antitesa við það að vera spennandi. Ég skil. Þú gengur, þetta er ekki erfiðar gönguleiðir, þetta er tiltölulega flatt, grunnir dalir, lágir ásar. Groundhog Day. Já, og sko og það gerist anskotans ekki neitt. Nei. Og en sko þá byrjar maður að varfa niður og þá byrjar maður að finna fegurina í hennu smáa og einhvern veginn þá fær maður ráðrúm og tíma til þess að velta hlutunum fyrir sér og þannig að eða allt frá því ég var að ganga hérna í norðaustur Frakklandi og síðan bara allarlandi Rómar þá var þetta að jöfnum þræði sko fyrir mér mjög skemmtilegt ferðalag í gegnum alls konar landslag og töluverðar áskoranir þetta var líka bara andlegt ferðalag þannig að og ég átti eiginlega ekki sérstaklega von á því var það ekki? Nei, ég er alltaf raunvísdamaður og hef einhvern veginn bara vanrækt sko þetta með andlegan vöxt. Já. Og þannig að hinn andlegi ávinningur ferðarna var bónus. Alveg hiklaust. Alveg hiklaust. Og eins og ég segi, ég nefndi það að ég fór í mikla sjálfskoðun. Já. Og þessi sjálfskoður raunverulega gerði mig mjög gott sko því að það sem ég eiginlega áttaði mig á og ég var nú komin alveg neitt bara niður í Apuanfjöllin hérna í Toskana þegar ég áttaði mig á því sko að þú ert bara ábyrgur fyrir þinn eigin hamingju það er enginn annar sem getur gert í hamingju saman. Þú átt ekki kröfu til neins. Nei, þú átt ekki kröfu til neins. Og það hvort þú ert hamingjusamur eða ekki það fer bara eftir þinni breytni hvernig þú mætir fólki hvernig annað fólk mætir þér og þetta snýst þegar upp staðið allt saman fólk og tengsl Einmitt. og ég áttaði mig á því líka þarna, ég vil kalla þetta svona andlega vakningu sko að ég get ekkert látið ykkur særindi og ergelsi stjórna mínu lífi. Nei, þetta er að hluta til einmitt bókum andlega vakningu og æðruleysi. Og æðruleysi, já. Og ég eiginlega skildi bara þann pakka, sem sagt, svekkelsis og ergelsispakkan, ég skildi hann bara eftir bara bak við runna upp í Apuanfjöllum, hann er það bara ennþá. Mjög gott. Ólafur, það búið að vera gaman að spjalla við þig og eitt af því sem einkennir bókina er að það er gríðarlegu fjöldi af myndum, þannig að maður fær ferðasöguna í myndum. Bókin er rétt 200 blaðsíður, háskólaútgáfan prentar, þú gefur þetta út á eigin kostnað og þú ert ekki að gefa hana út til að hagnast á henni.
Nei, alls ekki. Við höfum nú svona verið að selja hana, vinnum á vandamönnum að segja og Rennur ágóðin til góðra mála? Já, ég sem sagt, við selt hana raunverulega á kostnaðarverði, lagt 1.000 krónur á kostnaðarverðið og allur ágóða sölu bókarna mun fara beinustuleið til Rauða krossins og til hjálparstars. Þannig að ég ætla ekki að hagnast á þess ekki beinn eyri. Nei, ekki nema umfram það sem að þú hagnaðist andlega. Akkurat. Já. Ólafur, bara til hamingju með gönguna, til hamingju með bókina og takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og ræða þessa reynslu þína með mér og við hlustendur og áhræðendur. Takk að þið fyrir, Björn. Nú, þá eru dagskráin ekki lengri í kvöld, kæru áhræðendur og hlustendur. Við förum aftur í lofti klukkan 8 annað kvöld, bara rétt aðeins að minna á það sem við segjum stundum hér í kynningu og afkynningu að án ykkar fjárhagslega stuðnings gætu við ekki verið í loftinu. Hvort sem við lítum á okkur sem áskrifendur eða styrktaraðila eða bara vini okkar, þá sá hluti ykkar sem að greiðir mánaðargjald með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is, skrolla niður og finna hnapp sem ástendur áskrift og hafið þá nokkrar fjárhæðir að velja á mánuði í styrktarfé. Sá hluti ykkar sem að greiður okkur atkvæði með því að sjá eftir kannski 2.750 krónum sem þessi mánaðarlega lægsta áskrift á mánuði. Sá hluti ykkar á allt, hefur í rauninni allt með það að segja að við höldum áfram að búa til efni hér á hverjum einasta degi sem við ekki bara sýnum hér í sjónvarpinu 5 á sjónvarpi Símans, YouTube í útvarpinu 89,1 og ég veit ekki hvar og hvar. Þið eruð sem sagt það sem að knýr okkur áfram, þið sem að nennið að sjá á eftir virði eins hamborgara og við vildum gjarnan ef þið eru fleiri aflögufær að þið myndu skoða það að styrkja okkur áfram svo við getum haldið hér áfram með þetta þjóðmála borð sem stundum persónulegt eins og hér með þessu spjalli mínu við Ólaf sem við vorum að ljúka. En takk fyrir stuðningin og góð orð og endilega dreifið okkar efni til vina og vandamann á internetinu og svona. Ef þið eru ánægð með eitthvað, takið þátt í því að vera eigendur og styrktaraðilar samstöðurinnar. Sjáumst aftur á morgun. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.